Það var ennþá snjór yfir jörðu þegar ég kíkti í heimsókn á veitingastaðinn Gísla, Eirík og Helga á Dalvík og ræddi þar við annan eigandann, Heiðu Símonardóttur, sem rekur þennan stað ásamt manni sínum Bjarna Gunnarsssyni. En nú komið sumar, snjórinn horfinn, sólin farin að skína og ferðamenn að streyma. Já, það var hérna 2008 sem við, maðurinn minn, Bjarni Gunnarsson, fórum að velta fyrir okkur hvað við getum gert hérna í Dalvíkurbyggð til þess að laða að ferðamenn. Og við vorum í djúpum pælingum lengi vel og hérna hugsaðum hvað eigum við hér á Dalvík sem engin annar á, með hvað getum við unnið til þess að tosa ferðamannin hérna til okkar. Og þá kom náttúrulega upp í kollin á okkur bakkabræður. Og hvað við getum gert með þá bræður sem ég ólst upp við sögurnar hérna í Dalvíkurbyggð að hérna, já, þetta var lesið fyrir okkur í gamla daga og okkur sagða sögur og ansi oft notaði frasar úr sögum bakkabræðra. Þannig að við ákváðum að taka það verkefni að vinna aðeins með sögu þeirra. Og við ætluðum alltaf að búa til safn hérna fram í sveit, hérna í gömlu fjárhúsi. En þetta var nú svona eiginlega í bankahruninu 2008 sem við vorum að vinna að þessu og lítið aðgengi af fjármagni. Þannig að við héldum bara áfram svona að vinna á bak við tjöldin og fórum að láta hanna búninga og búa til möppur sem við gætum farið með og sýnt fjárfestum. Og héldum áfram í nokkur ár, bæði að sækjum styrki, ég sóttum svolítið að styrkjum til atvinnumála kvenna og fékk. Og hérna það hélt svona áfram alltaf þetta verkefni, já, búa til búningana, sjá fyrir okkur safnið, búa til líkuna af safninu, hvernig þetta getur litið út. En svo bara á einhverjum ákveðnum tímapunkti sáum við að það voðalega að fá söfn og setur sem stóð undir sér, bara með miðasölu. Þannig að þegar okkur bauðst að leigja hérna hús í eigu Dalvíkurbyggðar, þá bara stukkum við á það og tókum uppeyju á verkefnið og ákváðum að opna hérna kaffihús en með sögulegu ívafi og sögum bakkabræðra sem eru hér í hverju horni og búningar þeirra hanga hér á veggjunum. Hérna sjáum við sem sagt afgreiðsluborðið hérna á efri hæðinni. Það smá saga sem við erum búin að búa til í kringum það. Hérna hún brunkakellingin. Þetta segjum við að sé fyrir þá sem þurfa afréttar að halda. Þeir fengur sér aðeins svo mikið í gær. Þetta afréttarinn. Svo hérna þurrkarinn góði sem þarf að nota til að þurrka upp þá sem fengur sér, já, kannski vel í tána í gær. Hér tölum við stuðningsfulltrúa þegar menn og konur eru farin að halla undir flatt hérna, geta stutt sig við. Nú hér ægilega fín hilla fyrir skúfuskáldin. Hérna þurrkaður þorskhaus sem fólk hefur rosalega gaman að skoða og stúdera og við fáum alltaf á haustin leikskólakrakka í heimsókn sem við lesum sögur bakkabræðra fyrir þau og sýnum þeim alla þessa gamla muni og það veitir rosa gleði og miklar umræður. Við erum með opið, höfum undanfarið við erum með opið allt árið, allir meðaltali síkið 350 dagar á ári og cirka svona 330 daga erum við með fiskisúpu, bjóðum upp á fiskisúpu alla daga, eða flest alla daga þegar það er opið og auðvitað kaffi og kökur og smurt brauð og svona og náttúrulega hérna dýrindis kaffidrykki og í þessum gömlu fallegu bollum okkar sem prýða hérna kaffihúsi. Það engin samstæða í neinu, bakkabræður áttu enga peninga fyrir því þannig að hérna, það allt sitt úr hvorri áttinni hérna og það vekur ótrúlega mikla lukku.